Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Að þessu sinni fræðust við samfélagið á Ásbrú, en það jú gamla herstöðin. Köfum í málin með Sigga kafara og hittum Ragnar dýrafangara og meindýraeyði. En við hefjum leikinn með Ragnari Guðleifssyni, dýrafangara og meindýraeyði, en hann lenti í mögnuðu máli hér fyrir nokkrum dögum síðan þegar hann þurfti að bjarga 5 súlum sem höfðu komið sér fyrir í gömlu sprengjuskýli á Patterson flugvellinum sem var byggður hér á seinni stríðsárunum. Þetta eitt af mörgum ævintýrum Ragnars. Þau eru fjölbreytt verkefni sem þú fást í. Hvernig kom þessi súla í hendurnar á þér? Ég fekk bara tilkynningum, var fuglalausir lokar inn í skýli og það var svona hundar, fólk sem ganga með hunda og baði mig að koma að kíkja á þetta og lögreglan hringdi í mig og ég fer svona, maður hleypir til alltaf og skoða hvað maður og... Það voru 5 súlur hann inn í þessu skýli. Þær fóru ekki þangað að sjálfstæðum? Nei, líklegast, en ég talaði við Elling í morgun hans að þetta gæti skeð Það hefði verið fannst bara út af vindi, en líklegast þetta hefði verið mannavöldu Og hvað gerðurðu við fuglana? Ég sleppti þessum öllum við 4, hann hélt þessu hjá mér í nótt og hann var að sprækast aðeins og fór að éta og þá fer maður með þetta heimasæði sín og hvað hún gerir sjálf það eiga í berga þessu, hún ekki slöð eins og leið Núna kannski svona að byrja eitthvað verti hjá þér svona tengd fuglum, starraflóun að ángra fólk og kannski eitthvað fleira? Það bæði starrafló og marjörla líka, hún dálítið, það nýtt tegund en það ýmislegt sem ég fæst við, það bara allt sem hreyfir Hvernig marjörlan að ángra fólk? Það flóun sem að koma frá hreiðrum hennar líka hún dálítið illskett líka en dálítið skrítið að þessi fló skuli drepast leðan búin að býta, þetta dálítið svona augumæli hjá dýrinu en það ýmislegt sem að fæst við. Flóin starrin hann að hreyra sig í kössum og fólk má ekki lengi sjá. Hann sér þegar hann sér lítið gat, þá hann fljótur að stinga inn og búið til hreiður og svo farið hún bara að taka ástæðindin. En aðeins marjörluna, hún svolítið svona farin að gera sér meira bústaði í mannabústöðum? Hún farin að gera miklu meira og hún svo smerri og fólki finnst hún svo sæt og falleg en það flóin bara ef eitthvað verri heldur en hinn En svona önnu verkefni, þú ert að eltast við alls konar pöddur og svo náttúrulega sérðum að fanga hunda og ketti svona eftir því sem að við á? Já, ég í öllu, ég má segja, ég eltist allt sem með 2 fætur og meira og ég held fólki, ég held flestir sé ánægð með mig þegar ég er búinn að vinna hjá þeim, ég held flestir sé svoleiðis sáttu við vinnum mínu Víða svona eitthvað sem að fara í taugarnar á fólki? Ég held við erum búin að lifa með þetta í fjöldamörg ár en nú viljum við ekki vera með þetta lengur við bæði leigjendur og aðrir þeir vilja ekki borga litla leigu þessi kvikindi og þeir vilja ekki hafa þetta með sér En svona þessar súlur sem þú varst að eiga við hérna í gær og núna í morgun þetta í fyrsta skipti sem þú lendir í svona verkefni? Nei, ég fengi þetta áður það hefur verið svona fáan að þægilega stinga og þangað bara og lendir missir flug eitthvað svo inn í byggð ég fengi þetta bæði niður í dúshúsin þar tvisvar í fyrrasumar og svo inn í höfnum þetta var aðeins að þægilega líka en þetta kemur fyrir Það verði eitthvað áttavildar þegar að koma í byggð? Virðist tína áttum algjörlega, missa sjó eitthvað og fara einhvers stærri skjól bara. En þú sleppir þeim út á Reykjanesi, hérna skammt undan Eldey með stærstu súlubyggð í heimi, þannig að það vonandi kannast við sig hérna. Já, það sagt að segja, það dálítið tíma jafnansettir að vera svona einhverju búr og lokar inni en svo, já, ég fer sem með þinga, þar kom sem að fara á þessu svæði og á þessu svæði kíkja mikið, þá var þetta bara partur af þessu. Þegar báturinn Gottlieb GK varð vélavanna við Hópsnes í síðustu viku var Sigurður Stefánsson kafari úr Sandgerði með fyrstu mönnum sem voru kallaðir út til hjálpar. Bátinn rak hratt að landi með 4 skipverja borð. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út sem og björgunarsveitir á Suðurnesjum.
Skömmu eftir að útkallið barst var báturinn komin upp í kletta og lagðist þar á hliðina. Skipverjar, sem allir voru í björgunargörlum, náðu allir að komast upp í fjöruna heilir á húfi. Hálftíma eftir að útkallið barst lenti þyrla Landhelgisgæslunnar í fjörukambinum og flutti skipverjana til Grindavíkur. Eftir að hafa skilað af sér skipverjunum við Grindavíkurhöfn flög þyrlan með Sigurð Stefánsson kafara á slysstað til að meta aðstæður en útgerð bátsins og tryggingafélag fengu köfunarþjónustu Sigurðar til að sjá björgun bátsins úr fjörunni. Sigurður segir að allt hafi atvikast mjög hratt en mennirnir voru enn borð þegar hann fékk hjálparbeiðni. Þú flögst með þyrlunni þarna yfir þetta bara svona þegar mennirnir voru komnir í land. Hvernig voru aðstæður þarna? Sko aðstæður voru svo sem ekki alls slæmar. Það var 2 metra ölduhæð og álandsvindur, en skipið var bara komið of hátt upp til þess að hægt væri að bjarga því út á þessu flóði og eftir það var bara ekki möguleiki. Þannig að sko, flugferðin var ætluð til þess að meta aðstæður, greiningar og annað svæði í kring. En því miður þá bara reyndist það ekki möguleiki þessu tilviki. Og svo fáið þessar beltagröfur á staðinn. Var það svona kannski eina leiðin til þess að koma bátnum af strandstað? Já, úr því sem komið var, skipið náttúrulega, sko nóttin þarna eftir að þá gerði 5 metra ölduhæð sem kastaði skipinu náttúrulega bátnum ennþá ofar og þar leiðandi gjörsamlega ómögulegt að koma skipinu út og það brotnaði töluvert í þessu róti og þannig að það var eina leiðin að koma því sko, sem sagt, í land var heilu eins og okkur tókst þessum. Það var að fara þessa landleiðina og þá með þessum beltavélum, öflugu beltavélum og náttúrulega alveg toppmannskapur sem aðstóð okkur hérna við þetta. Og það gekk bara alveg eins og í legasögu má segja? Já, það gekk rosalega vel og en náttúrulega gríðarlega stórgrítt fjara þarna og þetta kom okkur öllum svolítið óvart hvað það gekk vel því að það voru allir undirbúnir fyrir það að þetta myndi ekki takast þetta vel. En vélarnar voru öflugar og mennirnir góður á vélunum og þetta bara menn unnu bara sem ein heild í þessu og þetta gekk bara allt upp fullkomlega. Þú hefur væntanlega tekið þátt í einhverjum svona aðgerðum áður? Já, ég hef búin að taka þátt í, ég er hættur að telja. Það er allt frá Wilson Múka upp í svona smá strönd sko. Þannig að þetta ég hef búin að taka þátt í ansi mörgum orðið og taka upp mikið af bátum frá hafsbotni og þannig að maður er eiginlega hættur að telja. Hvernig er þetta líf svona neðansjávar? Segðu mér aðeins, hvað fékk til þess að fara út í þessa atvinnuköfun á sínum tíma? Sko, þetta byrjaði náttúrulega bara sem áhugi fyrir köfun, bara sem gutti og svo þegar ég var nú til sjós í nokkur ár og fór svo í land og fór í vélstjórn og fór að læra það og þá náttúrulega kom þessi áhugi að fara í björgunarsveitina og ég var þar ég er búin að vera þar meira og minna í 20 ár núna síðan og í framhaldi að því ég fekk ég að kafa þar og það náttúrulega kviknaði bara áhugin algjörlega og það ég var búin að vera 1 ár í sportköfun þegar ég fór til Skotlands og læriði atvinnuköfun og ég er búin að vera meira og minna við þetta bara síðan 98. Hvað er svona heillandi við köfununa? Ja, sko í dag er þetta náttúrulega ævintýrin bara sem kalla á mann. Það hefur fjölbreytt, maður þvælist við landið og það er eiginlega engin dagur eins hjá manni sko. Það er eiginlega fjölbreytleiki sem dreifur mann svolítið að. Það er svona ævintýrin í kringum þetta. Þú ert náttúrulega núna í 1 ár búin að reka svona þjónustubát. Er hann að auka svona hjá þér verkefnin? Já, ég er að vona það. Það er allavega, það eru mikið fyrirspurnir fyrir sumarið með verkefni fyrir bátinn og þannig að ég er bara, hann náttúrulega fór núna og var í laxeldi hérna á Bíldudal í 11 mánuði. Það var svona fyrsta verkefnið og svo núna verður hann hjá mér núna í þjónustu, vantarlega í tíðinni með þá sem þjónustubátur, bara í kringu köfuna, þá engangu sko. Þú ert eitthvað búin að vera að kafa eftir skel líka fyrir kallföðin? Já, ég hef verið að tína öðurskel sem hefur verið selt svo á veitingahúsinu Vitanum í Sandgerði hjá föður mínum og mér skilst að það sé eftirsóttasti rétturinn á disknum og það hefur komið mjög vel út. Það er ég fer reglulega og það sem er skemmtilegt við þetta, hann heldur þessu lifandi svo í kerjum hjá sér bara fyrir utan veitingastæðin. Þannig að fólk getur nánast bara valið skeljarnar sínar og borða þær. En það er mjög spennandi að geta veitt þessa þjónustu. Eru þið margir að vinna hjá þessu fyrirtækiðinu? Við hefum verið svona 2 og 3. Ég vilja halda þessu bara í smá í sniðum og reyna að vinna bara nógu mikið sjálfur. Ég hef svo gaman að þessu. Hvernig ertu útbúin? Ertu bara tilbúin að hoppa í hafið á nokkrum mínútum? Ég er þannig útbúin að í bílnum hjá mér, þessum stóra bíl sem ég er með hérna sem sett í bakgrunum, að hann er útbúin til köfuna fyrir 2 kafara alla sólarhringinn. Og útkallstíminn hjá mér er náttúrulega þá nánast engin, það er bara hvað ég lengi að keyra á staðinn því að hann er ávallt útbúinn og hann er útbúinn með aðfluttu lofti sem við köllum, þá er slanga í kafaran með myndavél og fjarskiptum
og svo erum við náttúrulega líka með búnað sem bara sem við köllum skúpa eða sem sagt bara tankur á bakinu. Þannig að ég er nokkuð vel útbúinn held ég og ég get tekið að mér nánast hvaða verkefni sem í köfun í dag. Meira þá að kafa tengdur með loft í land eins og segir? Já, ég þjónasta útgerðina nánast eingöngu þannig. Þegar það er náttúrulega svo gríðalegt öryggi að vera tengdur alltaf og líka það að það skiptir svo miklu máli fyrir útgerðarmanninn og skipstjóran, vélstjóran að geta séð nákvæmlega hvað í gangi í skrúbúnaðinum. Þeir sitja bara inn í bíl í hásæti og láta fara vel um sig, fá sér kaffibolla og sjá nákvæmlega allt sem ég sé og ef það er eitthvað sem ég sé ekki þá sjá þeir það og geta bent mér á það. Þannig að það er eiginlega það er gríðarlega gott fyrir þá sem að þurfa á því að halda. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Þessu sinni ætlum við aðeins að kíkja upp á Ásbrú eða þannig og hjá okkur Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóri þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Katigó. Vertu velkominn. Takk fyrir. Ásbrú nafn sem að byrjaði að heyrast fyrir nokkrum árum síðan og getur þú sagt okkur aðeins svona útskýrt, hvað Ásbrú? Já, ég skal gera það. Þetta náttúrulega byrjaði í raun og veru allt með því að varnarliðið hafði haft starfsemi hér í nokkra áratugi og síðan á ákveðnum tímapunkti tekin ákvörðun að loka þessari herstöð sem hafði verið hérna og í samningi við Íslenska ríkið að þá sem sagt að útfært þannig að Íslenska ríkið tekur yfir þessar eignir sem þarna eru á móti ákveðnum skuldbindingum sem koma þá á móti og hérna þannig að eignasafnið komið í hendur Íslenska ríkisins og þá svona ákveðin pælingu það hvað á að gera og í kringum þetta stofnað sérstakt félag, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, til að yfirtaka þessar eignir og hugmyndi þá að koma þeim í borgaraleg not, að taka svæðið og þessar eignir sem þarna eru, nýta þær til að byggja þá upp nýtt samfélag og auðvitað var alveg og alveg ljóst að sko það áfall sem varð með brotthvarfi varnarliðsins eins og fyrir þetta svæði, sérstaklega Suðurnesin, að þetta meiri háttar efnahagslegt áfall sem þarna verður það að 1000 störf hverfi liggur við á nokkurn deginn og einni nóttu að jafnvel í miklu stærri samfélögum heldur en hér að þá þetta gríðalegt efnahagslegt áfall. Hvenær félagið stofnað og hvað gerist síðan eftir það? Síðan félagið einmitt stofnað í framhaldi af þessu og sem sagt 24. október 2006 að þá félagið stofnað og ég hef störf þar bara nokkrum dögum eftir að félagið var stofnað og markmiðið þá náttúrulega að taka þessar eignir og reyna að finna þá einhvern nýtingargrundvöll fyrir þær því að líka það að vera með þetta mikið magn af eignum að það getur í sjálfu sér virkað á neikvæðan hátt ef ekki reynt að finna einhvern nýtingargrundvöll og skapa eitthvað nýtt út úr nýjan nýtingargrundvöll fyrir eignirnar. Og það var það sem við fórum í að fullum krafti að skilgreina hvað væri hægt að gera. Við höfum eitt gríðarlega miklu púður í að marka stefnu það sem við vildum gera á svæðinu og töldum líka mjög mikilvægt á sínu tíma að leggja strax af stað. Þannig að það yrði svona ákveðin samfella í því sem hafði verið og því sem tæki við. Því að við höfum séð það til að mynda öðrum verkefnum sambærilegum, annars staðar í heiminum, ekkert endilega af lokun herstöða, heldur líka bara svæði sem hefur verið lokað eða einhver starfsemi stóra verksmiðjur eða fleira hefur lagst af.
að ef að hefur liðið langur tími þangað til að ný starfsemi komst á legg að þá hefur það virkað frekar neikvætt, að það hefur alltaf orðið þyngra og þyngra að koma hlutunum í gang. Þannig að við skilgröndum í raun og veru ákveðin ramma utan það sem við vildum gera, unnum ákveðina grunnþætti í okkar stefnumótun og síðan var bara lagt af stað. Og samhliða því höfum við þá verið að móta stefnun alltaf nánar og nánar, en það var alveg ljóst að við værum að reyna að byggja upp þá nýja starfsemi sem á einhvern hátt hvíldi á svona samkeppnisyfirburðum þessa svæðis. Og þar fórum við, eins og ég segi, við fórum í gegnum gríðarlega mikla greiningar, við skoðum mörg dæmi erlendis frá, varðandi það sem væri hægt að gera, en komumst hins vegar að þeirri niðurstöðu að í raun og veru tækifærin sem við höfum til að byggja upp voru mjög nærtækt. Þau tengdust flugvellinum og mikilvægi hans sem samgöngumiðstöð og hversu auðvelt var að koma þar í gegn þá fólki og vörum. Þau tengdust orkunýtingu á svæðinu og gríðarleg þekking þar að lútandi og tækifærum til þess. Og síðan horfðum við til þess að á Íslandi væru almennt líka ákveðin tækifæri í heilsutengdri uppbyggingu og líka ljósta til að mynda hér á svæðinu erum við náttúrulega með stæðsta heilsuferðaþjónustu konsept á Íslandi sem í raun og veru Bláa lónið og út frá því líka getur verið ákveðin tækifæri til uppbyggingar hjá okkur. Og fyrir utan það mikið af heilbrigðismenntuðu fólki sem er búsett hér á svæðinu og var svona tilbúið líka að finna sér nýjan farveg. Og það svona þessi 3 megin konsept sem við lögðum að stað með í byrjun. Út frá því var svo í framaldi þá mótuð hugmyndafræði uppbyggingu Ásbrúar og ástæðan kannski fyrir því að þetta nafn kemur á svæðið var svo að sko við vorum svona markaðslega líka í ákveðnum vandamálum því að það var alltaf að tala svæði sem gamla herstöðin eða gamla varnarsvæðið og einhver svona hugtök sem á margan hátt tilheyrðu miklu frekar fortíðinni heldur framtíðinni og í huga sumra voru jafnvel höfðu einhvers konar neikvæða merkingu tengt stríðsrekstri og kalda stríðin og fleiri þeimdúr. Þannig að við vildum án þess að við værum eitthvað að sópa þessum gömlu þáttum út af borðinu að þá vildum við setja fókusin meiri yfir á framtíðina. Þannig að við förum í það að kalla til aðila hér á svæðinu og unnum með auglýsingastofu og óskum eftir hugmyndum varðandi nýtt nafn á svæðið. Og hugmyndin var þá að við værum bæði að skilgreina nafn yfir svæðið svona landfræðilega og þá erum við að tala í raun og veru að við erum bæði að þróa þessa herstöð þar sem að húsin voru, þetta þorp ef við getum talað það sem svo eða hverfi, en við erum líka með í heildinum 50 ferkílómetra landi sem að umlykur Keflavíkurflugvöll. Þannig að okkar hugmynd var í raun og veru svo að finna þá einhvers konar landfræðilegt heiti yfir þetta sem áður kannski var kallað varnarsvæðið. Og líka það að við værum að búa til heiti sem að einhvern nátt lýsti þessu konsepti sem við værum að vinna með. Og úr varð að orðið Ásbrú var valið og þetta tekur náttúrulega langan tíma fyrir fólk að venjast í og skipta út í raun og veru þessum gömlu heitum sem að einkenndu svæðið. En ég myndi segja að það hafi gengið ótrúlega vel og ég held að Ásbrú á margan hátt hafi náttúrulega skapað sér ákveðna sérstöðu að þetta konsept sem að því er ætlað að ná utanum í raun og veru þetta sem við oft talað sem samfélag frumkvöðla fræða og atvinnulífs og í þessum þáttum í raun og veru birta svona grunnatriðin í okkar stefnu að markmið okkar er að byggja upp þetta samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs þar sem við erum að nýta alla þessar þætti saman í eitt heildarkonsept. Já, þú nefnir frumkvöðla en Keilir, háskólasamfélagi Keilir, hvernig kemur það þarna inn? Já, það mitt við eins og ég segi, við fórum í mjög mikla vinnu og greiningar og skoðum mörg konsept erlendis og það virðist vera og reyndar hefur verið niðurstaðan hjá okkur líka að grundvöllurinn undir alla stóra umbreytingu í atvinnuháttum, nýja atvinnustarfsemi eða þróun og nýsköpun og fleiri þeimdúr að vera með einhvers konar svona akademískan grundvöll undir það. Og við líka auglýstum eftir hugmyndum varðandi svæði á sínum tíma og það reyndar kom okkur svo sem ekkert óvart að 80% af þeim hugmyndum sem komu inn þar fjölluðum einhvers konar menntatengda þætti. Og þannig að það varð úr að fyrsta þróunarverkefni þróunarfélagsins var stofnun Keilis og Keili þá ætlaði að verða ákveðin grundvöllur undir þá þætti sem við vildum að myndu þróast til framtíðar á svæðinu. Og það þannig í dag að öll markmið Keilis menntatengda uppbyggingu eru beintengt okkar markmið atvinnuuppbyggingu.
Þannig að við, sem sagt, ef þú lítur á þær áherslu sem að Keilir að leggja, þá það í raun og veru mjög sambarlega við það sem við erum að gera og ástæðan fyrir því sú að við erum að reyna að búa til þennan vettvang það sem að í raun og veru fræðasamfélagið með bakkupi til að mynda frá Háskóla Íslands og leiðandi fyrirtæki þá í ákveðni starfsemi eða nýsköpunarfyrirtæki geta sem sagt hist á þessum vettvangi og unnið með sína þekkingu og við sjáum það bæði í formi þess að fyrirtæki að koma inn að nýta rannsóknaraðstöðu sem að þarna en líka alls konar samstarf til að mynda við nemendur og opnar ákveðin tækifæri fyrir þá í leiðinni. Þannig að við sjáum fyrir okkur að nemendur til að mynda sem að að fara í gegnum Keili til að mynda eins og í tæknifræði eða slíku, að þeir geta í gegnum svo þá farvegi sem eru til staðar á svæðinu, frumkvöðlasetur og fleira, annarkvort á þróa sínar hugmyndir þar og búið til sín eigin fyrirtæki sem einmitt það sem að gerast í dag. Við sjáum nemendur vera að koma út úr tæknifræðinu hjá Keili og setja á stofn fyrirtæki hjá okkur í frumkvöðlaseturinu eða þá að þau geta jafnvel tekið þátt í þeim verkefnum öðrum fyrirtækjum sem eru starfandi á svæðinu og nýtt sína þekkingu þar og síðan geta þá fyrirtækin líka verið að útvista ákveðin í starfsemi eins og nemendaverkefnum og fleira inn til Keilis og við sjáum að þetta í raun og veru það sem að gerast í dag. Allar þessar tekjur sem koma í kassan hjá Kateko og Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar, hvað verður þær? Já, það þannig að sem sagt, allar sölutekjur sem koma inn af fasteignum að þeim skilað bara í ríkissjóð og við erum síðan að fá fjárveitingar tilbaka til þess að reka svæðið og standa þá í þessum verkefnum sem við erum að vinna að. En það þannig í dag að við höfum skilað hærri upphæð til ríkissjóðs heldur en við höfum fengið tilbaka til að reka svæðið. Þannig að það munar svona nokkur 100 milljónum. Það aldrei neitt stórt gat en megin svona parturinn af þeim tekjum sem við höfum aflað með sölu og leigu eigna hefur farið í rekstur svæðisins og uppbyggingu. Þannig að ríkið í plús eftir að Kateko tók við, geta Suðurnesjamenn sagt, akkur kemur ríkið ekki með meiri pening bara til dæmis inn á Suðurnesjasvæði, bara styrkja hér í einhverja starfsemi getum við sagt svona í ljósi þess að þarna voru cirka 1000 manns, langflesti Suðurnesjamenn sem mistu atvinnu árið 2006, fengu að vísu atvinnu í miklu góðari en voru svo kannski fyrstu aðalæðina til þess að missa vinnuna þegar hrunið kom. Já, ég held að einhverju klálega geta sagt þetta og klálega munu einhverju segja þetta að ríkið ætti að gera betur. En ég held að þó verði að horfa til þess að það sem hefur verið gert mjög myndalegt og eins og ég segi aftur, öll þessi starfsemi sem þarna að öllu líkindum væri hún ekkert hér í dag ef að þetta verkefni hefði ekki komið til og þessum fjármunum hefði verið varið í uppbyggingu í tengslum við þessar eignir. Þannig að ég myndi segja að í fyrsta lagi eru þessi verkefni nú þegar komin en það mikilvægast í þessu öllu að það búið að leggja grunn að ákveðinni umbreytingu og atvinnulíf á Suðurnesjum með áherslu á tækni, með áherslu á nýja iðnaði. Við erum að sjá fyrirtæki sem að ráða til sem gríðarlega hátt hlutfall af háskólamenntuðu fólki. Þetta allt mun styrkja framtíða grundvöll og búsetu hér á Suðurnesjum. Þannig ég held að eitt eru þeir peningar sem hafa komið og verið eitt í þessa þróun og uppbyggingu sem að ég held reyndar að sé í raun og veru gríðarlega gott og í raun og veru ríkið hvergi að gera þetta á öðrum landsvæðum. Þetta mjög sérstakt og afmarkað verkefni sem þarna verið að vinna. Ríkið hefur ákveðna skyldur gagnvart því sem að þarna hafði verið og þeim samningi sem var svo gerður yfirtök á svæðinu og það verið að efna hann og ég myndi segja að það væri í raun og veru ekki hægt að gera það á annan hátt og algjörlega verið að vinna eftir því módeli sem að lagt var af stað með í byrjun en líka það að það búið að leggja grundvöll að gríðarlegum vexti á svæðinu og búið að laða inn atvinnugreinar sem að klálega eiga óbúslega möguleika til að vaxa og veita í raun og veru til að mynda eins og háskólamenntuðu fólki hér á svæðinu algjörlega ný tækifæri. Því að í mörg ár hefur verið talað þetta lága menntunarstig til að mynda á Suðurnesjum og oft hrópað eins og lausnin væri að auka framboð af menntun. Ég hef litið þetta töluvert öðrum augum og okkar reynsla hún sýnir það að leiðin til að hífa upp menntunarstigið það þarf að vera samblanda menntun, það þarf að vera ákveðin menntun til staðar en stærsta atriðið
kannski það að veita menntuðu fólki tækifæri til að starfa og það einmitt það sem þarna að gerast. Atvinnu tækifæri fyrir menntað fólk. Já. Þannig á næstu árum munum við sjá það að stærri hluti af háskólamenntuðu fólki mun festa rætur hér á svæðinu. Því að ég segi eins og til að mynda með mikið af fólki á sambærilegum aldri við mig að það menntaði sig en það flutti burt vegna þess að það voru ekki tækifæri fyrir það til að starfa hér á svæðinu. Þannig ég myndi segja með nýjum einingum, nýjum atvinnuháttum að þá gefst algjörlega gulli tækifæri til að breyta þessu. Segir Kjartan Eiríksson og við þökkum honum fyrir heimsóknina í sjónvarp Víkurfrétta og þökkum fyrir okkur. Þökkum fyrir áhorfið í þessari viku, viljum við segja hvort því að hægt að sjá ítarlegra viðtal við Kjartan Eiríksson á Víkurfrétta vefnum vaff.is. Golffréttirnar á sínum stað á kylfingu.is og við minnum ykkur á að við erum að gefa út vikulegt fréttablað hérna og höfum gert í 33 ár, takk fyrir. Hægt að sjá eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube brásunni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur og sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl. Vertu velkominn á Rock Safn Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú